Árni, það rót að segja að þessi kosningabarátta sé búin að vera að tala öðruvísi heldur en þú ert búin að vera í kosningunum á undan. Já, þetta búið að vera ansi líflegt, en ég bara bjartur fyrir þessu. Mér finnst góður andi og trúi því að mjög margir hafi svona hugsað sitt, fylgst með baráttunni og sé hvert hún væri að fara og bara gott fólk velti fyrir sér hvernig það vilji sjá framtíð bæjarins okkar. Það svolítið langt síðan það var síðasta skoðanakönnun, þannig að það svolítið svona, hvað getur það? Það þó nokkuð spenna í loftinu. Já, þetta nefnilega svolítið spennandi, svona hvað gerist. Þetta eiginlega 20 dagar sem hafa liðið og nánast bara kosningabaráttan frá því að fyrstu skoðanakannanir koma eða þessar kannanir koma og svo fer baráttan í gang, þannig að ég held að sé allir svolítið með svona óljósar upplýsingar hvað kemur út úr þessu. Hverju svarar þú því þegar margir af þínum andstæðingum hafa sagt að þetta jafnvel verið meiri svona bæjarstjóra kosningar eða kosningabarátta? Jú, ég meina þeir hafa eiginlega sett það þannig upp og þá auðvitað kem ég bara fíleldur fram og vinn úr því að það eiginlega menn kölluðu það yfir sig að fjalla bæjarstjóran sem sérstakt fyrirbæri og þá þetta fyrirbæri bara að ræða málin. Finnst þér að hafa truflað kosningabaráttuna? Sjálfu sér ekkert truflað. Mér hefur reyndar, ég hefði viljað fjalla meir skólamál og góða hluti sem við höfum verið að byggja upp hér, en það nánast svona allt sem gott og allt sem hefur tekist vel, það dettur upp fyrir og menn hamast frekar á neikvæðu hlutunum, en það gerist nú alltaf fyrir kosningar. Hvernig hefur þetta verið síðustu daga, svona fjörið? Ég finnst bara góður andi, ég svo ánægður með baklandið, gott fólk sem að koma og láta vita stuðningi þó það sé ekki að hafa hátt það og svo bara þetta öfluga og góða fólk sem í kringum okkur, allstaðar að vinna, ég gríðarlega ánægður, ég svo ánægður með íbúa Reykjanesbæjar, svo kemur bara í ljós hvað þeir vilja gera. Finnst þú að hafa verið uppi vegg heyrandi oddvita allan að 4 framboð að lýsa því yfir að þeir vilja auglýsa til bæjarstjóra? Já, þetta kannski svona ákveðin uppstilling en þá bara velti ég fyrir mér maður með þessa reynslu og þekkingu að það væri það bara spennandi að sækja Þannig að ertu bjartsýnn? Já, ég bara nokkuð bjartsýnn. Ég held að það komi gott út úr þessu og við vinnum út úr því.